Brekkukotsannál, 23. kapítuli. Önnur heimkoma Garðars Hólms. Ég var á 18. ári sumarið sem Garðar Hólm kom öðru sinni í landið. Þær mundir var neftóbakið hjá eftirlitsmanninum löngu búið og sá pungur lá skorpin og rykfallin á hillunni. En það var enn dálítið eftir í gullpúnum. Það fór að koma greinar í blöðunum að von væri á söngvaranum heim. Enginn vissi þó hvenær. Loks var fullyrt að hann kæmi á póstskipinu Norðstjörnunni í fyrstu viku ágústmánaðar. Hann hafði dvalist hinum einn á jörðinni og haldið söngskemmtanir í Ástralíu og Japan. Þessar mundir bárust honum tilboð í stríðum straumum frá söngleikahúsum í Evrópu og Ameríku, en hann kaus ekki að bindast sérstöku leikhúsi meðan heimurinn allur var honum ekki nema á við hálft kálfskinn. Í sláttarbyrjun var farið að ræða viðbúnað til að taka á móti Garðari Hólm. Það mátti til að vera eitthvert upplit á þjóðfélaginu þegar heimsöngvarinn bærist nú á öldufaldi frægðarinnar til hinnar lágu ættborgar sinnar sem útlendir ferðamenn þrástögudust á að væri klest upp við Norðurpólinn. Haldinn var fundur ýmsra stafnbúa þjóðarskútunnar, svo sem bæjarstjórnar, slökkviliðs, bókmenntafélags, hornaflokks og kvenfélagsins Armbandið. Á þessum fundi var samþykkt að reisa tignar hlið, vafið blómsveigum yfir þvera bryggjuna og hafa síðan 4 heljarmenni til taks að bera söngvaran á gullstóli gegnum hlíðið. Þar áttu að vera komnir lúðurþeytarar að spila Bjarnaborgarmarsinn, ljósklæddar telpur áttu að koma á vettvang með blómvönd. Það var ætlast til að bæjarfóvitinn héldi ræðustúf og ennfremur var gert ráð fyrir að einhver skáldjöfur landsins myndi yrkja drápu, sennilega ritstjóri foldarinnar. Þess var vænst að Garðar Hólm myndi ávarpa ættborg sína með söng þegar hann væri stiginn á land, en fékkst ekki samkomulag það af hvaða svölum hann ætti að syngja. Daginn áður en Norðstjarnan kom var rokið í að mála utan húsin. Til dæmis var málað grágrænt hjá Guðmundsen og með sama lit hjá dagblaðinu Foldinni. Ennfremur sætti prestaskólinn færi og málaði með sama lit hjá sér. Búðir í hliðargötum, svo sem Veltusundi og Fischersundi, vildu ekki láta sinn hlut eftir liggja, heldur höfðu til sýnis stækkaðar myndir af listamanninum út í gluggum, innan sápu og hamp, eldspýtur og kastarhólur. Nælur voru á boðstólum með mynd listamannsins, enn ein útgáfa af manninum sem í draum sín horfir á gullvagnin líða yfir loftið. Ef fyrir kom að vikur líðu, svo að ekki var minnst á Garðar Hólm í blöðum, heyrðist stundum sagt hjá okkur á þessa leið: Já, hann var svo sem vænn drengur hann Gorgulitli hennar Kristínar þegar hann var að alast upp hér í kirkjugarðinum. Það var sein saga að þögnin þéttist hann í Brekkukoti að því skapi sem meira gekk á með hann út í frá. Frægðarbylgjan sem nafn hans vakti var aldrei fjær því
að brjóta krosslíðið hjá okkur, en þegar hún reið á því af sem mestu afli utan að. Enda var það nú einhvern veginn svo, að ég trúði aldrei í raun og sannleika að þessar tíguglegu viðtökur mundu nokkun tíma fara fram. Og ég skal ekkert vera að vefja það, þær fóru aldrei fram. Mér virtust menn ævinlega vera jafn gabbaðir af Garðari Hólm hvort heldur hann komið að fór. En hann lét aldrei gabba sig, ekki einu sinni með tignarhliði og hornaflokki. Enda hefði hann þá til lítils verið alinn upp í kirkjugarðinum. Hann var ekki heldur líklegur til að laga sig eftir annara manna áætlun. Ég minnist dagsins sem Norðstjarnan kom, eins og það hefði gerst í gær. Auðvitað var slagviðri, dettur nokkrum annað í hug. Þessar 8 eða 10 telpuhnátur norpuðu gagndrepa á planinu og skulfu í hnjánum og það rigndi ofan í blóminu þeirra. Nokkrir þreyttir iðnaðarmenn með lúðra, þar á meðal bæklaði skósmiðurinn úr brunnhúsum, þeir voru alveg að krokna og það rigndi ofan í lúðrana þeirra. Þeir tóku það ráð að spila Bjarnaborgarmarsinn áður en bólaði á skipsbotnum til að hafa úr sér munnherpurnar og loppuna. Nú var sagt að bæjarfóvitin væri það bil komin í frakkan og búin að setja upp skólhífarnar. Svo í miðjum marsinn kom einhver óvalinn maður með þau skilaboð að tiljum Norðstjörnunnar að Garðar Hólm væri ekki meðal farþega. Þetta var allt saman einhver misskilningur, hann var þessar mundir að halda söngskemmtur í Parísarborg. Menn hættu að blása, helltu úr lúðrum sínum og tvístruðust. Bæjarfóvitinn var sagður farinn úr skólhífunum aftur. Litlu stúlkurnar hlupu heim með blómin sín í regninu. Og tignarhliðið, blómskrýtna var tekin niður. Þetta hafði mig alltaf grunað. Hins vegar datt alveg ofan yfir mig svo sem viku síðar einn dag á Suðurgötunni. Ég mun hafa verið á leið núna í bæ. Þegar ég komin að horninu þar sem kirkjugarðstígur liggur upp brekkuna, þá rekst ég allt í einu á heldra mann sem að ganga út með stafinn sinn. Ég var að vísu ekki vanur að líta framan í fólk sem ég mætti, en maður fann alltaf á sér á löngu færi hvað kom á móti manni á götu. Nú verður mér af tilviljun litið framan í þennan mann og sé ég þá ekki betur en það sé komin Garðar Hólm. Reyndar var ég í fyrstu ekki viss nema mér skjöplaðist, því satt að segja sýndist mér þessi maður dálítið ofantekinn. 5 ár eru reyndar óratími af mannsævi, enda hafiði hann bersýnilega elst, að minnsta kosti framan, strikkað á andlitsfallinu, rúnirnar dýpkað. Hann var ekki aðeins útitekinn, heldur blátt áfram út í barinn og komin aðkenning af skjálk í augnasvipinn. Nú var hann að vísu sá maður sem skoðar himnes ljós eftir því sem segir í latínubókinu örnin ad spicit lucem celestem, svo þess var lítil von að slíkur maður kannaðist við hann Álfgrím. En sem hann gengur þar í þöngum, óháður stað og stund, þá verður hann nú samt að gjóta til mín þessari aðkenningu af hornauga sem hann var nýbúinn að fá. Hvernig stóð því að í samri sjónhending sem ég svalg með augunum svip mannsins og fas og bar saman við mynd þá ég geymdi af himinn skoðaranum í bernsklegri endurminningu.
Svo og þá mynd fékkst af honum í búðunum, bæði á póstkorti og nælu. Þá virtist mér allt í einu ekki örgrannt að hann væri orðinn ögn hversdagslegur. Það kemdi að minnstakosti ekki eins aftur af honum og áður. Og mér skjáttlaðist meir en lítið ef hann var ekki með sama hattinn og hér árið. Aftur á móti var hann á nýjum skóm og slíkt var í mínum uppvexti fátíð sjón. Satt að segja minntist ég þess ekki að hafa séð mann á nýjum skóm fyrr. Það glampaði á þá úr fjarska. Á klæðum hans var hvorki blettur né hrukka fremur en fyrir 5 árum. En ég var ekki alveg vissum að hann hefði fengið sér föt síðan þá. Að minnstakosti voru þessi úr samskonar bláu efni með rauðum teinum eins og forðum. Ég nam staðar leið og hann gekk framhjá. Ég gat ekki að því gert, ég sneri mér við og horfði á eftir honum. Og hvernig sem á því stóð, leit hann sjálfur hæl og staldraði við. Þekkir þú mig, spyr hann. Já, sagði ég. Hvor ert þú, segir hann. Álfgrímur, sagði ég. Já, svo það þá engin lygi, sagði hann og brosti við mér úr myrkri leiðslu. Ég stóð rígnældur við götuna. Að lokum gekk hann til mín, ofur einfaldlega og rétti mér höndina. Svo þú ert sum sé til. Ég hélt mig hefði dreymt það. Varst ekki þú sem ást 5 örakökurnar? Já, jú, mér buðust þær, en ég borðaði aldrei nema eina, sagði ég. Garðar Hólm kastaði af sér þunga heimsfræðarinn og hló. Það varst í öllu falli þú sem varst sendur að kaupa piparinn. Keyptirðu hann? Ertu búin að skila honum? Ég treysti mér ekki til að svara þessi spurningu og fór út í aðra sálma. Við héldum þér værið hættur við að koma, sagði ég. Blómsturhliðið var rifið. Það var líkt þeim, sagði hann og hló af einhverju uppgerða léttlindi sem ég hálf kunni ekki við. Komdu einhvern tíma að finna mig, við förum og kaupum 5 örakökur. Sagði ég, þakka þér kærlega fyrir. Það er óþarft að vera að þéra mig, sagði hann, það er eins og að þéra sjálfan sig. En væri eitthvað sem ég geti gert fyrir þig, þá segðu til, hugsaðu það. Hann ætlaði að kveðja mig í skyndi og fara. Gerði auðvitað ekki ráð fyrir að ég hefði ósk á taktheinum, en það var nú einmitt það sem ég hafði. Ég hafði árum saman átt mér ósk. Nú var komið óskastundinni. Mig langar svo að biðja þig að syngja fyrir mig Álfakónginn. Álfakónginn, sagði hann. Hvað Álfakóng? Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, sagði ég. Hvað að heyra þetta, sagði? Hvað þú að skipta þér að þessu? Ég hef verið að glugga svolítið í Schubert, sagði ég. Schubert, sagði hann. Til hvers? Það er tilviljun, sagði ég. Við verðum að tala þetta betur, sagði hann. Komdu að hitta mig einhvern daginn, Hotel Ísland. Ég skal reyna að gera fyrir því það sem ég get. Hann kvaddi mig með handabandi og ég tók eftir því að höndin var hörð og meidd. 24. kapítuli. Álfakóngurinn. Þetta sumar byrjaði vist ofurlítið að rofa upp hjá mér. Árum saman hafði ég ekki þorað að opna munnin til söngs í áheyrn manna af ótta við það hljóð sem kynna koma. En þegar ég var í snöttuferðum úr Augsínmanna, suður við Skerjafjörð, ellegar inn í Sogum, þá þrýstu einhverjir lagboðar á innan að, svo ég neyddist til að smáreka upp rokur.
og þetta sumar fóru aftur að koma úr barkanum hljóð einhvers staðar nálægt þeim tóni sem ég ætla að ná. Eftir þetta sætti ég færi, eins oft og kostur var, að reka upp rokur í eyðilegum stöðum. Nú ber svo til einhvern dag að ég sé hvar hann séra Jóhann okkar, sem þá var orðinn áttræður, að hæklast upp í kirkjugarð, allur í hálshnútunum, á eftir utanbæjarmanni. Svo ég slóst í förinni eins og ég hefði gert þegar ég var lítill. Ég söng allt eins og blómstrið eina yfir mannin, og beðið, ég held meginpartin af sálminn. Þegar ég var búinn að syngja og séra Jóhann búinn að molda, þá kom hann til mín hrærður og tók í höndina á mér og sagði: Þú ert nú orðinn svo stór og mikill maður, Álfgrímur minn, að ég fyrirverð mig fyrir að gefa þér 10 aurar. En í stað þess þá ætla ég að biðja Guð að standa þér nær. Þakkaður fyrir, sagði ég, þó ég hefði nú reyndar heldur viljað að hann gæfi mér 10 aura. Annars held ég varla að þetta gaul verðskuldi að Guð sé með mér. Ég var reyndar farin að halda að ég myndi aldrei framar geta reykið upp ofs. Þá sagði séra Jóhann: Sumir menn komast aldrei úr mútum, en í öllum góðum mönnum lifir réttur tónn. Ég vil ekki segja eins og mús undir fjalarketti, heldur eins og mús á milli þils og veggja í húsi. En það sérstök náð ef Guð lofar mönnum að syngja þann tón sem þeir heyra. Ég orðinn gamall og ég hef aldrei komist úr mútum. Ég hef aldrei borið gæfu til að syngja þann tón sem ég hef heyrt. En sá tón jafngóður fyrir því. Það var von ég væri dálítið að hugsa söng þetta sumar, úr því ég var búinn að fá röddina, og skiljanlegt að ég kæmist allur á loft, að vita sjálfan söngvaran komin í landið. Og eftir vinsamlegu boði hans, í þeirri von að heyra nú kannski álfakónginn, þá lét ég ekki úr hömlu dragast að taka heimboði hans. Ég bar fótafeiti á gangáhöldin mín og reyndi að bæla með vatni niður hárviskina í hvirflinum og hélt hon í bæ. Ég lét ekki staða numið fyrir en í fordirinu á Hótel d'Ísland, gekk þar fyrir hótelhaldaran sem sat fyrir innan disk og bauð honum góðan dag. Seint og síður var litið upp og horft á mig út undan glerauga, en sá sem hafði boðið góðan dag hélt áfram að fletta skilríkjum sínum og íþætti mér alls ekki. Innanaf voru fuglar í búri. Þetta var danskt. Ég ræskti mig. Hver ert þú, var spurt á dönsku blendingi. Ég heiti Álfgrímur. Já, og hvað að þér, sagði maðurinn. Ekki neitt, sagði ég, mig langaði bara að tala við mann. Mann, sagði hótelhaldarinn og horfði á mig. Hér engin mann. Ekki hann Garðar hér til húsa með leyfi? Ég skil ekki, sagði maðurinn. Ég á erindi við hann Garðar Hólm. Maðurinn reis úr sæti sínu og tók formlega af sér gleraugun til að horfa á mig. Eigið þér við óperusöngvarann? Ég játti því. Hvað viljið þið honum? Hann bað mig að finna sig. Kæri ungi maður, sagði gestgjafinn og kom alveg fram að diskinum. Þér hljóta að vera ofan úr sveit. Ég á heima í Brekkukoti hér í bænum, sagði ég. Frá hann Björn gamli í Brekkukot, spurði gestgjafinn. Hvernig stendur á því að þér haldið að þér geti talað við óperusöngvara? Ég sama sem skildur honum, sagði ég.
Maður veit sko aldrei hér, sagði gestgjafinn, hvað get ég gert fyrir þið? Ég tók aftur til að segja erindi mitt. Ef þér þekki Garðar Hólm, þá ættu þér að vita að það er ekki á hvers manns færi að tala við ópöfusöngvara, sagði gestgjafinn og farin að tala eintóma dönsku. Ef einum væri hleypt að honum, myndi allur bærinn koma á eftir. Þeir halda sig eigan. Þér segist vera skyldur honum og ég hef ekki gögn í höndum til að mótmæla því, ég verð að taka þau trúanlegan. En ég leyfi mér að efast að það sé mikill vinskapur með frændsemi ef þér haldið þér getið vaðið ofan í frændaði það rétt eins og borða 1 stykki brauði með rúllupylsu. Mikið rétt áritun hans ekki á mér meðan hann dvelst á Íslandi. Ég hef þann heiður að taka á móti bréfum hans og segja að hann er ekki heima og hann rétti mér ekta gullpenning stöku sinnum. En vitaskuld kemur aldrei neitt bréf því hann á engan vin sem hafi svo lítið álit á honum að halda hann búa á Hótel Ísland. Hann kallar okkur pension de famille. Ef fyrir kemur hann rekst hér inn nauðsynlegra erinda, þá flýr hann út aftur eins og fætur toga strax og hann heyrir í kanarífuglunum. Gæti þér þá ekki gert svo vel og sagt mér hvar hann er til húsa, sagði ég. Til húsa, sagði gestgjafinn upp eftir mér. Garðar Hólm er ekki til neinna húsa. Hann situr auðvitað út í franska herskipinu sem flutti hann til landsins í fyrrinótt. Það liggur fyrir utan eyjar. En miðjan daginn þegar hann er í landi þá er hann náttúrulega hjá landshöfðingjanum. Fáum dögum síðar var aftur verið að jarða einhvern ættlausan mann. Eða bara marknút. Nema ég fæ skilaboð frá séra Jóhanni, þess efnis hvort ég sé ekki tilleiðanlegur að raula yfir gröfinni fyrir eins og 30 aura. Ég fær nú upp í garð á tilsettum tíma. Þar var séra Jóhann og líkistan og pólitíið og þessir venjulegu líkmenn bæjarstjórnarinnar styðjandist fram á skóflur sínar. Sorgin lýsti sér eins og fyrri daginn aðalega í kinnrokinu. Séra Jóhann kastaði rekonum og hét hinum framliðna skildugri upprísu á dómstegi eftir handbókinni og að því búin var gefið merki og ég tók til að syngja. En hvort það var nú af því mér var farin að leiðast sálmur Hallgríms Péturssonar allt eins og blómstreiðina og langaði einhverja tilbreytingu í kirkjugarðinum, ellegar ég hugsaði mér, betra er hjá sjálfum sér að taka en sinn bróður að biðja. Þá tók ég mig til og söng álfakónginn eftir Schubert, hver ríður svo ört yfir ís og hjarn. Eins og allir vita þá er álfakóngurinn í rauninni bara Ólafur Reynir Björgvin. Nema ástmeyjarnar eru í hinu þýska kvæði látnar mæla lokkunarmálum við Ólaf fyrir munn þriðja manns og viti menn kallmanns, nefnilega álfakóngsins. Í stað þess að dauðinn kemur í mynd síðustu ástmeyjarinnar í okkar dansi. En þó það sé óíslensk hugmynd, ósamrýmanleg lífinu í Brekkukoti að kallmaður vilji rífa dreng úr faðmi annars kallmanns, þá skírskotaði þessi dans eigi að síður til einhverra leyndra tauga í mér. Voru það kannski þessar tríjólur óttasleginar bjöllubumbu sem búið höfðu einhvers staðar djúpt í nóttinni yfir Álftanesi, þegar við afi vorum að veiða grásleppuna. Ég hef aldrei verið mótfallin nýju lögunum, sagði séra Jóhann, þegar ég hafði lokið við að syngja álfakónginn á þýsku yfir moldum utanbæjarmannsins. Og það er að því, gömlu lögin eru ekki síðri fyrir því þó nýju lögin séu góð. Hérna eru 25 aurar, en það er ekki nóg. Mig langaði að prófa þetta lag, sagði ég. Ég vissi hvort þið er að það myndi ekki margur heyra til. Það er öldungis rétt, sagði séra Jóhann. Það eru allir heyrnarlausir hér í kirkjugarðinum nema Guð. Og Guði þykja nýju lögin alveg eins góð og gömlu lögin. Ég held bara að buddan mín sé farin að leka. En hérna finn ég þó loksins 2 aðra.
Þakkaðu kærlega fyrir séra Jóhann, sagði ég, og verði nú ekki að borga mér meira. Ég veit þér fáið ekkert sjálfur fyrir að jarða svona fátækamenn. Ég geti náttúrulega fengið fyrir að jarða þá eins og aðra, sagði séra Jóhann, ef ég gengi eftir því við yfirvöldin. En satt að segja, jarða ég alltaf fátækamenn af meiri ánægju en ríkamenn. Og það helgast af því að þeim mun lítilfjölugri sem þeir eru, því stærra pláss eiga þeir í hjarta frelsarans. Hérna finn ég á endanum lausan tvíring í viðborg. Ég þurfti endilega að fara að koma mér upp almennlegri bullu. Ég ætla ekki einu sinni að komast upp í þessa 30 aura sem ég var þó hálf búinn að lofa þér. Ég verð að biðja þig að eiga hjá mér 1 eyri. Ég settist á leiðið hans Gabrielsálu og höfuðengils með líksöngseyrin minn í lóanum og séra Jóhann farinn. Það er aftur hljótt, utan grafararnir keppast við að moka onni hjá hinum ókunna skammt undan. Þá veit ég ekki fyrir maður nokkur sestur hjá mér. Hann tekur ofan hattinn sinn því það var hlýtt í veðri og sléttir með flötum lófum hár sitt út frá skiptingunni. Hann talsvart fann að grána og hrukkur lagstar þversum í ennið. Síðan fer hann að horfa á mig. Hvernig hefur náð þessum tón, sagði Garðar Hólm. Hvaða tón, sagði ég. Þú er tón, sagði hann. Ég raula stundum fyrir að séra Jóhann, sagði ég. Þér er betra að vara þig, sagði hann. Ég fór að finna þig daginn, sagði ég, að þú varst út í franska herskipinu. Af hverju stóðstu svona framarlega á grafarbakkanum meðan þú varst að syngja? Heldur að sá sem syngur eigi að trana sér fram fyrir ekkjuna, spurði hann. Það var engin ekkja, sagði ég. Ég har aldrei látið syngja yfir mönnum sem eiga ekkjur. Maður á ekki að syngja til að skemmta sjálfum sér, sagði hann. Ef ég hefði séð þig, þá hefði ég kallað á þig að syngja, sagði ég. Hann stóð upp dálítið eins og í fússi. Var hann mér reiður? Eða var þessi ótilkvæmileiki í fari hans eitthvað sem frægðin áskapar mönnum? Það er til einn tónn, sagði hann eins og nokkurs konar framhald af ræðu séra Jóhanns, en sá sem hefur heyrt hann syngur ekki framar. En meðan ég er að virða fyrir mér klæðaburð hans og skófatnað, án hrukku sem örðu, þá rek ég allt í einu augun í hálft heistrá loðandi við aðra buxnaskálmina hans í hnisbótinni. Nú hafði hann að vísu verið dálítið óalmennlegur við mig að þessu sinni, þó hann hefði verið að slá mér þessa Þorskildu gullhamra. En hvað sem það var, fannst mér ganga slísi næst ef fys sæist nokkur staðar á slíkum manni og ekki heldur meir. Ég stóð upp og dustaði heistráið burt. Hvað er að, sagði hann dálítið önugur þegar ég fór að busta hann. Það var heistrá, sagði ég. Ég hef sest á jörðina, sagði hann og brosti í þakklæti skyni en á náð. Rétti mér höndina, bað mig vel að lifa og var á burt með að leiða mig.